Ég ætla þá og takk Sigga aftur, ég ætla þá að gefa Guðjóni orðið. Guðjón ætlar að deila með okkur glærum leið og hann varpar ljósi á það sem hans nefnd hefur verið að vinna að þegar að kemur, eins og ég segi, sérstaklega félaga þróun. En gjörðu svo vel Guðjón, yfir til þín. Já, þakka fyrir, komið sæl og blessuð, gaman að sjá ykkur. Ég sé hérna auk mín úr félagaþróunarnefndinni í dag sem sagt eins og Bjarni kynnti, þá það hún Ragnheiður Hafsdóttir sem ætlar að segja frá á eftir. þar sem hún hefur verið að taka að sér sambandi við kynningarátaki sem að kynningarnefndin sett á flott og mjög flott. Og síðan hún Ásta Möller þarna komin líka og gaman að sjá þessar tvær. Auk okkar þriggja eru í nefndinni Hildur Dungal í klúbbnum í Austurbæ og Ingiríður Karlsdóttir Akureyri. Þær eru með okkur. En nú við höfum reynt að setja af stað sem sagt, já, undirbúa okkur vel fyrir komandi starfsár. Þetta náttúrulega mikið verkefni og í rauninni svolítið brýnt finnst okkur eftir því sem við setjum okkur betur inn í þetta og því þekki það öllu þetta. Byrja á þessu sem var búið að undirbúa hérna og ég ætla þá að deila skjánum eins og Bjarni sagði og setja þetta bara á svona í heildina hérna. Nú við sem sagt erum að fjalla þróun, félagaþróun og verkefni okkar sem sagt að að fjölga félögum náttúrulega. Við erum núna 1140 og þurfum að vera að lágmarki 1200 hérna á landinu til þess að rauninni að teljast sjálfstætt umdæmi. Við náttúrulega myndum aldrei gefa það upp fyrir inn í fulla nefana en þetta er víst reglur. Nú helst þurfa klúbbar að vera 20 plus og þannig að það eru nokkrir klúbbar sem eru minna. Nú og síðan þyrfti náttúrulega eitthvað að fjölga klúbbum líka. Nú náttúrulega það, en við náttúrulega búum að góðu, þetta er náttúrulega gríðarlega öflug hreyfing, rúmlega 1 milljón félagar á heimsvísu, 1200.000, þannig að þetta er náttúrulega öflug hreyfing og hefur unnið gott starf. Nú náttúrulega COVID hefur hægt á okkur og kannski þess vegna sem að við erum seinan á vopnum okkar hérna undanfarin ár. En Rótarhreyfingin hefur verið að þróast mikið á undanfarnum árum og þar á meðal sem sagt félagaformið eins og við komum hérna á eftir. Nú af hverju við erum Rótari félagar, það er sem sagt bara rétt til að rifja það upp, svona hvað við erum að gera. Við tilheyrum samfélagi Rótari klúbbnum, við njótum félagskaparins og eignumst oft vini í klúbbunum og við hjálpumst að, það er kannski einhver pípar í klúbbnum sem er gott að leita fyrir, rafverki eða hvað það er og við þræðumst eins og við vitum. Rétt til að rifja þetta upp. Nú við þurfum að halda þessu áfram og bæta í og eins og forsetinn sagði einhvern orðum þetta árið að þá segir hann each one bring one, eða hver og einn komið með eitt félaga. Það er kannski þungt undir núna í COVID en samt við þurfum að því nú að linna og við ætlum að fara að huga þessu svona með meiri krafti. Nú félagaformið sem við myndist áðan, það er sem sagt, við erum náttúrulega venjulegir Rótari klúbbar, flest erum í þannig klúbbi, öll. Nú, það er sem sagt líka komnið og kannski búin að vera lengi Rótarakt klúbbar sem eru fyrir svona 18 til 30 plus, gjarnan þá í háskólum, það fólk sem er á þeim aldri. Nú Interakt klúbbar sem eru fyrir yngri, hvort það er frá 14 og upp í 18
og síðan internetklúbar sem nú hjá okkur 1 eða 2 og síðan klúbar áhugamál. Þetta getur verið hlutur eins og til dæmis matarklúbar sem það getur þá verið fólk sem hefur áhuga sem hittist bara á veitingastöðum og það kannski ekki með neitt svona lokal endilega fyrir klúbbin en hittist á veitingastöðum og þá kannski nýjum stað. Það sem sagt margt í gangi þegar grannt skoða. Nú, hvort að við getum ekki gert eitthvað af þessu til þess að það náttúrulega sérstaklega áhugavert að reyna að virkja ungt fólk til þess að sem að kemur þá seinna inn í venjulega klúbba. Nú, það einmitt rótarakt-klúbbar sem við erum búin að vera að undirbúa í nefndinni, félagaþróunarnefndinni að stofna og í samvinnu við Rótari-klúbbinn Borgir, fyrir ekki Hrefna, þú þarna sá ég voni hafi þetta rétt. Já, það Rótari-klúbbur, þetta Reykjavík miðborg. Reykjavík miðborg, já, takk fyrir, sem að kemur svo vel út að sem sagt í Nauthól hliðina á Háskólanum í Reykjavík og Hrefna að vinna í Háskólanum í Reykjavík, þannig að við höfum gott maður segja tengsl við skólan og þarna svona yfir kannski það helsta sem einkennir Rótarakt-klúbb. Það sem sagt ungt fólk kemur saman til að skiptast á hugmyndum við leiðtoga í samfélaginu, bara eins og kannski í venjulegum klúbbum að fá inn fólk sem hefur eitthvað áhugavert fram að færa. Aftur já, nú, þetta sem sagt klúbbar fyrir ungt fólk eins og gjarnan í háskólum og það auðvitað ýmsir kostir við þetta og einn af þeim það að með því að taka þátt í þessum klúbbum þá getur til dæmis segjum fólk í háskóla hefur í framhaldinu aðgang að Rótari-hreyfingunni allan heim og margir fara erlendis framhaldsnám og síðan nú já, þannig að það hjálpa fólki með ýmsum hætti að koma sér fyrir í nýju landi til dæmis og margir fleiri kostir. Nú, það kostar ekkert að vera í Rótarakt-klúbbi, það náttúrulega auðvitað þá þannig að þá enga veitingar eitthvað svoleiðis en eða þá væri þeir sjálfsagt að borga fyrir það. En sem það útgangspunkturinn það kosti ekki neitt, en það ungt fólk kannski sem ekki með mikið fjárráð. Nú, þetta þá að stofna klúbbinn við Háskólann í Reykjavík og þetta bara nokkri punktar í kringum það. Við stefnum á eftir prófin sem núna eru vist í nóvember þar og fólk upptekið við það sjálfsögðu og þannig að fljótlega væntanlega fara þá í gang kynningar og við vonumst við að rektor sem fyrrverandi rektor sem Rótari-maður eða kona, ég var ekki alveg með það og einhverju kennarar eru líka Rótari-félagar og þannig að við ætlum að reyna að hafa góðan stofnfund eða kynningafund og síðan stofnfund. Þetta hefur verið prófað áður með Rótara-klúbb og það datt nú upp fyrir en svo sem ekki bara rannsaka hvers vegna en við ætlum bara að reyna þetta aftur og byggja þá þeirri reynslu. Nú, það eru líka þessi internetklúbbar, við ætlum að láta það bíða, huga að því eftir áramót en svona einbeita okkur að Rótarakt-klúbbunum. Þeir eru sem sagt fyrir yngra fólk, þetta auðvitað mjög metnaðarfullt, byrja þarna 12 til 18 ára og en örugglega mjög verðugt og gott sko, en við verðum að einbeita okkur einu í einu, þetta mikið verkefni að koma þess að stað. Nú, þetta nánar internetklúbbana og þannig að eins og við sjáum svona að þá þetta mjög verðugt sko og hægt að gera þetta áhugavert fyrir unga fólkið og það
það myndi sko hjálpa fólki, unga fólkinu í sínum þroska, hreinlega eins og gengur. Nú við sem sagt eftir áramót, þá ætlum við að halda áfram, við ætlum að vonast þess að hafa kynningafundin í Háskólanum Reykjavík sem núna í seinni nóvember og síðan myndum við stefna á fleiri háskóla en skoðum með að stofna einhverja. Við erum ekki að lofa því að það, við getum alltaf ekki lofa svo sem neinu þessa klúbba en við ætlum að reyna þetta. Nú síðan ætlum við að styðja við hefðbundna klúbba, þessar sem að þurfa stuðning, þessar sem eru með færri en 23, sem sagt að ræða við þá og reyna að gefa okkur eitthvað að því og þannig að skipta með okkur verkum, það er hugmyndin og það megi alveg fleiri koma inn í það er ekki það, eins og til dæmis þú rundarstjóra, ég veit ekki, það er náttúrulega fólk upptekið í ýmsu og við erum ekki ætlað til neins, þannig séð. Nú, það sem að væri kannski varðandi venjulegu klúbbana sem eru kannski litlir og þurfa að stækka, þá eru nokkur heilræði. Það væri kannski minna reglulega á einhvern ár heimsforseta, each one bring one, ekki nóg að gera þetta bara einu sinni á ári svona innan svega, heldur bara hreinlega kannski fara með þetta bara eða sem sagt minnast á þetta á mörgum fundum, til dæmis áður en farið með fjórprófið. Þið munið að við þurfum að kannski fjölga í þessum klúbbi og svo framvegis. Nú ég legg til líka að klúbbar hafi klúbbþing, mig grunar að það sé ekki alltaf gert og á klúbbþingum hægt að ræða sem sagt, þarf að ræða framtíð klúbbana, hvað erum við að gera vel, hvað þurfum við að gera betur og svo framvegis. Það eru nokkrir punktar sem innlegg í það. Þurfum við að fjölga félögum, ef svo hvað erum við að gera til þess og svo framvegis. Þetta er bara svona punktar sko, sem við kannski getum notað ef fólk hefur klúbbþing. Nú, þetta var í raun og veru þetta svona þessi framsaga sko, svo getum við bara rætt málið eins og ykkur sýnist og tími til. En